Við erum komin í Bíósmygl sem fjallar að vísu í þetta skipti bíómynd sem gerð eftir bók. Við ætlum að fjalla Skjálfta sem að Tinna Hrafnsdóttir leikstýrir, en hún er einmitt gerð eftir þessari hérna, Stóra skjálfta, sem að Auður Jónsdóttir gaf út fyrir nokkrum árum síðan. Og við erum komin hér með tvo góða gesti í settið. Það er Sigurlaugu Bjarni og rithöfund, og svo erum við með hana Brynhildi Björnsdóttir, og sem er blaðamaður og verið í útvarpi og verið í kvikmyndagerð. En Brynhildur, hvað ertu að stúsast núna og svona undanfarið? Helst. Já, hæ, gaman að vera með ykkur. Ég er núna að bara eins og venjulega gera alveg alls konar. Ég er að vinna dálítið fyrir Kópavogsbæ sem blaðamaður. Ég er að klára athafnastjóraþjálfun hjá Siðmennt, sem ég er mjög spennt fyrir, verður alveg óskaplega skemmtileg viðbót. Svo er ég að skipuleggja hérna burlesksýningar sumarsins með burleskhópnum mínum Dömur og herra. Og ég verð með fyrirlestur á vegum Íslenska Ástarrannsóknarfélags síðasta vetrardag í Hallgrímskirkju. Við erum með fyrirlestraröð þar sem við erum að fjalla ástina í ýmsum myndum. Já, allavega þetta. Já, og undirbúa útvarpsþáttum vin minn Kristján Eldjárn gítarleikara sem verður fluttur á Rás 2 á 17. júní, en Kristján hefði orðið 50 og ég er að vinna það með dóttur hans Unni Söru Eldjárn. Þannig að það er svona eins og venjulega hjá mér, bara alls konar eitthvað. En Bjarni, hvað ertu að brasa núna? Skrifa væntanlega en eitthvað fleira kannski líka? Já, ég er eiginlega mest að kenna. Ég er að kenna eitthvað sem heitir lýðræðisvitund og siðferði í menntaskólanum við Sund. Þannig að ég er með 16 og 17 ára unglinga og þarna mjög skemmtilegt. Og svo var ég að klára útvarpsþætti sem að verða núna páskana á Rás 1 námuslýsi í Chile sem var 2010. Og já, það er bara þetta tvennt svona helst. Svo var ég að klára í síðustu viku námskeið í skapandi skrifum í bókasafni Garðabæjar. Það var mjög skemmtilegt. En hvað ertu svona búin að vera að horfa á eða lesa svona fyrir utan Skjálfta undanfarið? Sko, ég er búin að vera að gera alls konar. Ég meira að tók hérna með mér bækur sem ég er búin að vera að lesa. Ég var að kláraði nýlega hérna Eftirlifendurnir eftir Alex Schulman. Rosalega flott bók, ég mæli með henni, og þessi höfundur bara alveg frábær. Mér langar að lesa meira eftir hann. Hann hefur gefið út fleira svona sjálfsævisögur. Og svo var ég að fá þessa í hendurnar, Þykistu leikarnir eftir Anton Helga Jónsson, splunkun í ljóðabók, og ég er bara rétt að byrja. Mjög skemmtileg, rosalega flott bók, fallegur gripur. Og svo þarna var ég náttúrulega á Netflix, var fyrst undir þangað aðeins. Og kannski serían sem ég náttúrulega horfði þarna á Inventing Anna og líka þarna Tinder-svindlaran. Og svo þarna Pieces of Her. Það var svona sería sem kom mér svolítið á óvart. Ég hélt þetta yrði bara svona fyrstu mínúturnar í fyrsta þættinum benti til annars. En svo varð hún miklu meiri svona spennuþáttur. Þannig að það er mikið í svindlurum? Já. En Brynhildur, hvað ert þú búin að vera að horfa á að lesa? Já, gaman að segja frá því að ég var einmitt líka að klára Pieces of Her. Þannig að það er greinilega trending in Iceland núna. Já, og bara fannst hún bæði mjög vel leikinn og og kom á óvart, sko. Og horfði auðvitað á Inventing Anna og Tinder-svindlaran. Hann Tinder-svindlarinn kemur svolítið inn á þessar ástarrannsóknir sem við erum að skoða í Ástarrannsóknarfélaginu. Tinder og lífið þar og hvernig samskiptin virka þar. Ég hef dottið svolítið í svona litríkar periódur. Ég datt í Bridgerton. Mér finnst það mjög svona, það er mjög þægileg og skemmtileg afþreying finnst mér.
og það er bara svo litríkt og flotti búningar og sviðsmynd og hárkollur og bara svo gaman að fylgjast með því að horfa á það. Og Mrs. Maisel, The Marvelous Mrs. Maisel, það eru líka einmitt litir og búningar og periódu þó það sé miklu nær, þó það sé á 7. áratugnum, 5. og 7. áratugnum. Ég var að klára bók sem heitir Vanasemín Myrka og ég með hann á heilanum algjörlega. Þetta er einn besta bók sem ég hef lesið bara mjög, mjög lengi, óskaplega áhrifamikil og fjallar hvað að segja, svo viðkvæm mál út frá svo mikilli bara svo miklum skilningi og svo fallega og svo frá sjónarhorni sem er svo dýrmætt einhvern veginn. Og já, alveg frábær bók, algjörlega, og eins og ég segi, ég er föst í henni, ég get ekki talað hana því ég er svo mikið að hugsa hana. En svo kláraði ég líka daginn Hvíti tígurinn eftir Arvinda Díka sem gerist á Indlandi og hún var líka satt líka mjög í mér, svo bók. En þá kannski förum við yfir í Skjálfta og bara rétt kynna hana stuttlega, þá er þetta mynd sem fjallar sögu sem fær flog snemma í myndinni, fyrsta skipti frá því bara í langan tíma, það er pínu óljóst nákvæmlega hversu langt síðan hún fékk síðast flog og munar minnst á hann tíðin í stráknum og litlum strák sem hún er með og síðan svona fjallar myndin kannski eftirköstin og kannski líka bara sálrænu ástæðanur bak við flogið. Hún náttúrulega er svona minnið gloppótt og hún er svona pínu týnd og við erum dálítið í sporum hennar. Við vitum ekkert meira en hún og já, þetta svona kannski verður dálítið fjölskyldudrama svona þegar á líður og það var kannski eitt sem ég hjó eftir sem kannski gaf dálítið tóninn bara alveg í blábyrjun eiginlega þegar hún er með stráknum sínum á Klambratúni og það virðist vera svona kalsalegt snjór og hún er eitthvað að fá alltaf hneppa renna betur upp í hálsinn en leið sér maður að hún sjálf er með alveg beran háls og það er eitthvað svona kannski vísbending hvað þetta er mikið manneskju sem ofvöndun þar sem kannski enginn er að passa samt sjálfa sig. Er það eitthvað sem þið tengdu við? Það byrjum kannski á Bjarniðu. Já, þetta er góða punktur. Ég verð að viðurkenna að ég tók ekki eftir þessu. En það var annað sem ég tók eftir í byrjun, frekar framalega í myndinni þegar mamman, hún Dídí sem Edda Björgvins leikur, þegar hún segir við dóttur sína að barnabarnið, þessi litli strákur sem lendir í því sjá mömmu sína fá flogakast, hann er nú svo lítill að hann mun ekkert mun eftir þessu. Þá svona, ég tók eftir því sérstaklega. Mér finnst það svona, það er svolítið þema sem kemur aftur við sögu. Þetta hvort börn muni hluti eða ekki. Og já, þessi ofvendun, já. Og ég var ekki að kveikja fyrir bara svona, þetta útskýrist vel í lokmyndarinnar. Ég skildi vel, ég er svona, mér finnst alltaf að börnunum mínu sé kalt. Ég er alltaf, og það meira þess að hlegið að mér, af því ég er alltaf að reyna að tróða þau í hlýrri föt. En einmitt ótrúlega góða punktur með að fólk er að passa aðra en ekki að passa upp á sjálfa sig. Það er kannski einmitt mjög áhugavert. Ég ætla að hugsa líka bara að þú veist hvort að hún væri Reykvíkingur og pappinn væri Akureyringur og það við erum vanar að hafa opið glugga. Gæti verið. Brynhildur, hvernig fannst þér þessi fjölskylda vera svona var nú kunnulega einhvern hátt? Já, mér langar nú að byrja kannski að því að vitna í okkar ástsælu Guðrúnu Helgadóttur sem að segir í Páll Vilhjálmsson peysur eru flíkur sem að börn eru klædd í þegar mömmum þeirra er kalt. Hún sem sagt þessi fjölskylda er náttúrulega bara já, hvað skal segja, hún er ekki framandi á Íslandi. Þessi sterki þögli faður og mér finnst við til dæmis hafa séð þetta par til dæmis í verbúðinni þegar foreldrarnir hafa svona
svona inngripafund með Jóni Hjaltalín, ef þið muni eftir þeim fundi. Það sem að einhvern veginn svona, það sem að svona það sem að eru þessi leyndarmál og það sem hefur mótað lífið er einhvern veginn ekki til umræðu, en svífur þó yfir og er í rauninni með alla í einhvers konar svona kirkjugataki. Og já, ég meina þau náttúrulega, þau hvað maður segja, þau virðast hanga saman á sinni óorðuðu örvæntingu, þetta fólk. Og ég held að það sé ekkert, og það minni sem ég veist við nú þekkja bara úr íslenskum bókmyndum og kvikmyndum, sko. Og og náttúrulega, það er auðvitað mjög skemmtilegt að saga skuli heita saga, vegna þess að hún er svolítið að missir söguna sína og þarf að finna hana upp á nýtt og söguna sig. Og eins og Auður sagði í viðtali, ég held í fyrra á Víðsjá, þá segir hún sko að þú veist, við erum alltaf að skrifa sögun okkur sjálf og við erum alltaf að breyta henni, að því minnið svo óræðanlegt sko. Og þess vegna er þetta að vera einhvern veginn að hún standi þarna uppi með, já, án minnisins sko, þá verður það einhvern veginn, og minni er auðvitað líka fjölskyldu eign í rauninni. Þess að þegar hún til dæmis þegar Saga fyrir að fletta myndaalbúmunum og skoða gloppurnar í þeim, þá auðvitað við varðveitum sameiginlegar minningar sem fjölskyldur og náttúrulega sem samfélög og ákveðum á hvað við leggjum áherslur og á hvað við þannig að þannig að fjölskylduna má svo sem líta á fjölskylduna sem myndhverfingu fyrir ýmislegt. Og minni kannski svona, það er einhver leyti kannski rót minnisleysins er kannski þessi minning sem frá barnæsku sem að hún er alltaf að reyna að grafa upp sko, sem kannski kemur eiginlega bara í lokin hvað er. En og sem að hún kannski sko veit ekki af. Nei, en ég veist það líka svo magna, það er sko, hún þarf að missa, það þarf eiginlega að skræla hana til að hún geti fundið hvaða er sem að raunverulega grunninn að því hver hún er og hver þessi fjölskylda er sko. Hún kemst ekki að því fyrir bara, hvað maður segja, fyrir hvíta hávaðanum sem er alltaf inn í gangi inn í höfðun okkur öllum. Þetta er svolítið skemmtileg stúdía í því hvað er eftir og hvað skýtur upp kollinum ef okkur mögulega tekst, eins og fólk reynir að gera í hugleiðslu og núvitund og svona, tekst að slökkva á þessu suði sem er alltaf í gangi í hausnum á okkur. Svo líka með kannski þetta það að hún missir svona minnið, það gerir þetta svo rosalega spennandi og fyrir mann sem áhorfanda. Og kannski er það líka forsenda fyrir því einmitt að hún geti munað þetta og þá sér hún líka fjölskylduna sína einhvern veginn eins og utanfrá. Þagnirnar sem hún var vön og allt þetta ósagða sem hún kannski vissi hvað þýddi nokkurn veginn en ekki alveg, hún tekur betur eftir því. Og þetta er alltaf svona eins og maður sé með eitthvað, að leysa eitthvað gátu eða eitthvað púsl. Og mér finnst þetta að gera myndina rosalega spennandi. Og kannski talandi um nafnið Saga, þetta er náttúrulega líka starfið hennar, hún er rithöfundur og það er svona kannski uppbyggið fyrst þar sem hún fer á fund með ritstjóra, það er þar sem myndin byrjar og er greinilega eitthvað svona eftir á með deadline. Bjarni, fannst þér hvernig fannst þér svona rithöfundurinn Saga koma fyrir hann í myndinni? Mér finnst hún kannski, það er meira svona eins og baksaga. Það kannski auðvitað náttúrulega þegar hún stendur uppi minnislaus og er að reyna að átta sig á hver hún er og kemst að því að hún er rithöfundur og hún er víst með eitthvað handrit þarna, það kannski er svona eykur á örvæntinguna og maður finnur svo til með henni, hún er svo bjargarlaus, hún vill svo mikið geta verið með son sinn en getur það eiginlega ekki og það kannski svolítið, það gerist þarna í lokin að þá getur hún sest niður og klára söguna
en maður veit ekki mikið meira hvað hún að skrifa eða hvernig, en hún nær tökum á því augljóslega þarna í bataferlinu virðist vera. Mér fannst það eiginlega vera dálítill veikleiki á myndinni að, og kannski að því að þú veist, ég las bókina og ég man ekki betur en að bókin byrji bara á því að hún vaknar í snjónum. Og mér finnst það pínu veikleiki á myndinni að við höfum þennan formála að því sem, við höfum ekkert formála að því að hún er greinilega rithöfundur, hún fer hérna á leikskólan og er í einhverju samhengi við, þú veist, leikskóla, þú veist, eða hvort það var skóla, ég man það ekki fyrir að sækja hann, hvort það var í frístundaheimili. Sko, svona... Hann var Östurbæjarskóli, hann var eitthvað nefndur. Já, hann var náttúrulega í skóla, hann er náttúrulega, hann sætti frístund. En mér fannst það svona, ég skildi rauninni aldrei af hverju við þurftum að fá það á forsögu, þegar þetta síðan gengur út á að enginn þekkir þessa forsögu, hvorki hún né neinn annar. Ég var svona pínu, ég skildi ekki alveg af hverju það var valið að byrja þarna. Frekar en að byrja bara á þessum punktu, þarna bara konu í rauðri kápu og sem segist hafa verið með barn með sér, skiljiði. Af því að það var það, ég var sko lengi þegar ég las bókina, þá var ég lengi að reyna að velta fyrir mér á hún þetta barn. Er hún bara búið þetta til? Eða er þetta bara eitthvað sem eða barnið hennar löngu farið frá henni eða eitthvað svoleiðis, sko? Mjög skemmtilegt að því ég hef ekki lesið bókina. Þannig að það er mjög gott að við séum með svona ólíka nálgun. Já, það er ágætis kontrast, sko, var eitthvað fleiri til þess breyndar sem að þú svona saknaðir í bókinni eða þú hvernig fannst þér aðlögunin virkar? Sko, eins og náttúrulega ég hlustaði á viðtöl, ég man ekki hvort það var við Auði eða Tinnu og þar saman, þá velur Tinnu þetta bara þennan þráð til að fylgja þennan fjölskylduharmleik og þessa sögu og hún gerir það feikilega vel, finnst mér, og er rauninni sko, finnst mér í hennar meðförum sá hluti sögunar verða sterkari og áhrifameiri heldur en það er í bókinni. Á hinn bóginn þá verður til dæmis sambandi við sko barnsföður hennar eða fyrrverandi mannin hennar svo miðlægt í bókinni sem svona sem í rauninni það sem hún á, hvað erfiðast með að sætta sig við og skilja, og mér fannst það alveg fara einhvern veginn, af því að það var eitthvað svo lýsandi að því hún bara skildi, hún bara mundi ekki af hverju þau byggja ekki saman hreinlega, sko, þú veist, og það var svo lengi að hún var einhvern veginn að byrja, af hverju, þú veist, hann er skjólið hennar í og hún bara man ekki að þau er ekki lengur par, og það var svo, sko, það var svo fallegt og sárt í bókinu, og mér fannst það svona, kannski verða svolítið svona, verða svolítið, útundan, og sama með gítarleikandi ástmanninn, eða sem sagt, gefið í skyn að sjá þarna sem lánaði henni bílinn, eða þú veist, hann Bergur Ebbi. Mér fannst í rauninni hann sem persóna líka einhvern veginn, hann var svolítið eins og hann hefði orðið eftir úr bókinni, en síðan var hann einhvern veginn, ég var alltaf að bíða eftir að hann ætti einhverja sterkari innkomu, eða væri það væri eitthvað meira með hann, en það var einhvern veginn ekki. Og líka með vinkonunnar sem ég minnir, þannig svolítið sem ég las bókina, líka með vinkonunnar sem hún heimsækir og fer að spjalla við. Já. Það var enda gott upp á það að þá sá maður hann einhvern veginn ekki að interakta við fjölskylduna sína, heldur að vera að, þú veist, tala einhvern veginn í einhverju, hún er einhvern veginn einlægust með þessari vinkonu, en samt fannst mér aftur, einmitt, að vinkonan var ekki svona eins sterk og í bókinni. Já, einmitt, ég hjóði sko þegar hann var að tala við Teddu, vinkonuna, sem að Kristín Þóra leikur, að þá svona sleppur hún grímunu, það er einhvern veginn eins og sko út af því að Tedda hefur ekki ómiklar áhyggjur af henni. Við komum kannski aðeins aftur á þennan punkt sem var svo sterkur að það var einhvern veginn áhyggjurnar eiginlega bara smituðust yfir að hafa áhyggjur af einhverjum öðrum. Og þess vegna er allir að passa sig að sýna enga veikleika þegar einhver hefur áhyggjur af þeim, sko. Sem er náttúrulega kannski bara svona klassískt bara hjá fjölskyldum stundum, sko. En
Það eru náttúrulega sko, já, svona kannski tvær fjölskyldur, það annars vegar hennar gamla fjölskylda og svo þessi kannski nútíma fjölskylda sem náttúrulega barnsfaðirinn og sem virðist vera að koma einhverju kærustu sem verður svona rétt hjá í sko. Hvernig fannst þér kontrastinn þar vera, Bjarni? Já, þetta eru náttúrulega bara tvær ólíkar kynslóðir. Maður kannast svo mikið við þetta. Þetta er svona alveg ekta Reykjavík nútímans. Og þessi blessaða kjötsúpa, spurning hvort að hún verði áfram í nýju fjölskyldinni. Gæti verið, en það er eitthvað svona ofurtrú. Þau sitja hérna í kringum þessa kjötsúpu og kjötsúpuna og lækna allt. Og þögnin hjúpar þau einhvern veginn í kringum kjötsúpuna. Mér finnst það var fallegt hvernig það var gert. En þetta er náttúrulega rosalega, það er kannski í báðum fjölskyldum er svona auðvitað væntumþykja og tengsl. Það er líka kannski eitthvað tengslaleysi. Já, þetta er kannski bara nálægt mér. Erfitt að tala svona sem svona nálægt manni. En spá sko varðandi flóðaveikin á það allt á minnisleysið. Var það eitthvað sem kannski ég held að heiti Grand Mal sko, því ég lýst í bókinni að Grand Mal það er einhvern veginn það er stóri skjálfti, það er einhvern veginn stærri af flóðaveikin. Fannst þér svona þessi myndlíking virka Brynhildur? Eða kannski virka hann öðruvísi í bókinni heldur en myndina virkileiti? Tja, flóðaveiki, ég hef ekki persónulega þekkingu eða reynslu af flóðaveiki, en mér skilst að það sé skjálfti, en auðvitað vísa náttúrulega skjálftin líka í hluti sem að búa neðanjarðar, að búa undir yfirborðinu, og það er kannski þar sem að þessi myndlíking virkar svo vel, að allt þetta sem að þarf, og má í rauninni velta fyrir sér hvort hún fær þetta flóð til að koma hlutum upp á yfirborðið. Það er alveg sko, þú veist, af því það er náttúrulega aldrei almennilega hægt að segja til sko hvenær flóð kemur og af hverju og stundum bara hreinlega geta þau verið, þú veist, af einhvern vegna álags eða af einhverjum andlegum orsökum, svona flóð frekar en bara líkamlegum eða þú veist, bara eitthvað ójafnvægi í efnafræði líkamans. Og þetta er náttúrulega í heilanum þar sem að allt er geymt sem einhvern tímann hefur orðið á vegi okkar, og svo veljum við bara þar úr hver raunveruleikin er. Ég held að það var UNESCO sem sagði í nafnsetningunum, raunveruleikin er margbreytilegur, kjóstu það sem kemur þér best. Nema það er kannski ekki alltaf hægt, og í þessu tilfelli sögu þá er það kannski bara svo mikið sem þarf að komast upp á yfirborðið að það eiginlega bara, að það bara, eins og ég sagði áðan, það bara að taka burtu superegoið til þess að sé pláss fyrir þær upplýsingar sem saga síðan þarf að hafa til þess að lifa, eða til þess að bara geta haldið áfram með sitt líf. Og það kannski pínur líka við sko, þannig að fær flóið bara á leiðinni frá ritstjórnunum. Þetta er kannski huga, hún þurfið mitt líka að fá þetta flóð til þess, hún er líka fast í þessari bók einhvern veginn. Þannig að sem við veitum aldrei hvernig nákvæmlega, kannski er þetta persónuleg saga eða svona tilbúin eða ekki. Þannig að kannski ég fæði að spyrja Bjarni sko, með það þegar þú skrifar skáldsögu þá er það kannski mjög persónulegt, en þú ert líka með deadline og þarf bara að fúnkera einhvern veginn sko, og mæta svo í viðtöl eitthvað sem er mjög persónulegt þó að það sé ekki endilega ævisögulegt. Hvernig verður það verið til dæmis að sjá þér bara, þú veist, samskipti við útgefendur og svona, eru þau svona dramatísk, hefurðu lent á Þórhildi Þorleifs? Nei, reyndar ekki. Það frekar ég að óta mínum tóta, sko. en ég svo heppin, ég fengi að vinna með mjög ólíkum og mörgum ritstjórum og
það engin 2 ritstjórar eins og enga 2 bækur eins. Þannig að það einhvern veginn, já, þetta þarna, það rosa vondið þetta að vera fastur og vera með svona hangandi yfir sér, eins og hún gerir þarna. Og örugglega að auka á álagið sem væntanlega líka út af þessum skilnaði. En það eitt sem að mér fannst svo merkilegt, sko, nú man ég ekki hvað, þið kannski munið betur, hvað húsið hét, þetta yfirgefna hús sem hún fer í síðan. Var ekki eitthvað laufskógar eða? Já, það alveg stólega mér. Ég man það var nefnilega minnst á þetta hús og systirinn að segja við hana sem að Tinna leikur, þú varst nú svo lítil, þú manst þetta ekki, það mitt svona svolítið þemað. Og ég hef verið með, sko, ég hef rosalega mikið verið að spá í rými og ég með þessa möndru að allar minningar tengjast rými og það reynist vera þarna að hún þarf að fara inn í rýmið til að fá minningarnar, til að tengja brotin endanlega. Það mjög mögnuð sena og svo náttúrulega alveg eftir að tala um leikinn og útvarslirnar og það náttúrulega bara ofsalega vel gert. Mér finnst allt bara frábært í þessa mynd og hljóðmyndin gerir rosalega mikið, tónlistin og hljóðin og gefa svona tilfinningu fyrir ástandinu. Ég veit ekki hvort það Ég lóna bara sérstaklega eftir sko með hljóðið að ég sjaldan séð heilt svona sannfærandi íl í vind í íslenskri mynd. Það var alveg svona 2 stöðum, bæði í Reykjavík og og svo þegar hún kemur í Eðibýli, sko, þeir sem var gamla fjölskylduíbúðin. Og ég náttúrulega sko var bara mjög snemma mjög jákvæð gagnvart myndinu þegar við förum heim til sögu, að það var svona mynd, tröllamynd sem í herberginu hennar, og þetta sama tröllamynd og var í eldhúsinu þegar ég var strákur, sko, ég leit alltaf á þetta sem fjölskyldumyndina, að sérstaklega var gamla tröllapabbi bara nánast eins og pabbi minn, sko, og þannig einhvern veginn kannski fekk ég bara út af því, sko, fjölskyldusögu fílingin eiginlega bara áður en að maður átti að sjá því að það væri svona saga, nákvæmlega. Því að það svona kannski læðist inn, en talandi leikarna, voru svona einhverjir í uppáhaldi kannski hjá ykkur, Brynhildi? Sko, Anita Briem náttúrulega bara alveg frábær leikona og hún sko, og það ekkert bara, það bara sjaldan sem maður sér leikara tjá sig svona í rauninni bera heila mynd uppi nánast á því að vera svipbrigðalaus, sko. En samt en það samt svo mikið í gangi í andlitinu á henni að þó að það hreyfist ekki eitt með öðvi, sko, það bara einhvern veginn, þannig mér fannst hún alveg, það var í rauninni bara, sko, ég verð að segja það, ég var svona, mér fannst myndin ganga á köflum dálítið hægt, þannig að ég var svona komin orðin dálítið svona, þegar hún kom á eyðibýlið þá og þegar allt féll saman, öll púslin féllu saman, það var svona rétt áður en það, þegar hún var að keyra held ég, þá var ég orðin pínu svona, jæja, nú þarf eitthvað að fara að gerast. En Anita Briem hins vegar hélt því algjörlega saman, bara með andlitinu, það var alveg, hún var ótrúleg bara. Og ég var einmitt, því að hún lék það var í ráðherranum, já, og þá var hún náttúrulega með allt öðruvísi hlutverk og gerði það líka alveg ofboðslega vel, þannig að hún náttúrulega bara alveg geggjum. Svo auðvitað Edda Björgvinsdóttir náttúrulega engu lík og hún hefur auðvitað bara í gegnum íslenska leiklistarsögu svolítið liðið fyrir það hvað hún fyndin og hún hefur kannski ekki fengið að svona spreyta sig á því að vera bara sem sagt, ég ekki að segja grín sé minna virði en það bara mjög dýrmætt fyrir alla að fá að spreyta sig á því að vera á fjölbreyttum verkefnum og þarna fannst mér nú bara að sýna hvað hún ofboðslega góð, hún bara ofboðslega, hvað hún einhvern veginn gerði þetta vel og og skýrði þessu vel og svo fannst mér litli drengurinn alveg svakalega, svona lítill, alveg bara ótrúlega
og þurfti einmitt að takast á við, þú veist, erfiða hluti bara erfiða, bæði þegar hann að tala við mömmu sín og hún að missa þarna stjórn eða svona, missa stjórn á sér og brjóta hluti og svona, þú veist, þá hann var bara alveg svakalega góður, sko. Og þetta náttúrulega, að mínu viti þetta þessi burðar hlutverk. Tinna sjálf þetta komst mjög vel frá því að leika leika svona stórt hlutverk í myndinu og leikstrinni líka. Það ekkert á allra færi að gera það, sko. Þannig og ég vil líka bara taka undir með því sem að Sigurlín var að byrja að tala áðan, sko, bara þessi mynd svo falleg, hún svo vel unnin, það svo falleg skot í henni og svo, þú veist, hún svo hún svo vel litgreind og með hljóðmyndin og hljóðið svo vel unnið, hún svona bara það einhvern veginn svo gaman að horfa á og taka inn bara þessi við erum komin með svo gott tæknifólk sem sagt, við erum komin með svo svakalega gott fólk í listræna vinnslu á myndefni. Það gaman að lengi bara svona fá að sjá Anítu eitthvað að ráði, sko. Hún búin að vera úti svo lengi, en núna hún flutt heim, skils mér, og náttúrulega í þessari hún svona í stærsta fullorðinshlutverkinu í Bergdraumi, sem held ég bara að koma í bíó næstu vikum líka, sko. En já, Bjarni, voru einhverjir leikarar sem að þér fannst svona standa upp úr? Ég segi alveg sama á Brynhildur, þessir aðalleikararnir stóðu svo alveg rosalega vel. Og það mæðir auðvitað mest á Anítu og það mikið svona, þú veist, andlitið hennar og öll ólgan sem þarna á bakvið kemst til skila. Og svo líka Jóhann Sigurðarson sem pappinn, mér finnst hann mjög sannfærandi, svona góðu maður, sem ásamt brotna fortíð og þau fjölskyldan. Og Bergur Ebbi kom svolítið sterkur inn sem Óskar. Ég náttúrulega þekki ekki hvernig það var í bókinni, en þá kom svona smá húmor inn í myndina þegar hann birtist og það greinilega eitthvað að vera á milli þeirra og hún man ekkert og hún svona nær einhvern veginn að halda því leyndu fyrir svo mörgum sem svo skemmtilegt líka. Og það bara, það stóðu allir sig vel í öllum hlutverkum, fannst mér. Mér finnst þetta bara, og það örugglega hægt að sjá þessa mynd aftur og taka eftir nýjum hlutum. Það svo margt svona, þetta svona mikið næmi einhvern veginn, svona mörg smáatriði. Já, og það var reyndar einn punktur sem að ég hef aðeins verið að velta fyrir mér undanfarið, af því að ég hlustaði aðeins, þá kom kvikmyndagagnrýni í lestinni sem var bara mjög fín, nema þar kom þess svona smá setningabútur þar sem verið að tala að þetta hverfist hugarheim kvenna. Og ég hef svolítið verið að velta fyrir mér, sko, þegar við erum með bíómyndir þar sem eru flest hlutverkin kallar, þá það bara þannig og þeir jafnvel eru fulltrúar mennskunar. En svo þegar eru konur í flestu burðarhlutverkum, þá það reynsluheimur kvenna, ekki mennskan. Og ég bara gerir tilkall til mennskunar fyrir kvenhlutverkin. Ég bara verið svolítið að spá í þetta allt í henni. Já, mjög góður punktur. Og svo það náttúrulega líka svo stórkostlegt við þessa mynd að við erum með sem sagt kvenleikstjóra byggð á bók eftir konu, framleiðandina kona, þú veist, og þannig þetta mjög mikil konumynd. Já, mér finnst það stórkostlegt. Já, einmitt, og því ég fagna því svo mikið vegna þess að það og það sýnir náttúrulega bara það að svo ákvörðun kvikmyndasjóðs að styrkja konur að skila og mun skila, ekki að styrkja konur sérstaklega, að skila og mun skila okkur bara ótrúlegum verkum og einmitt bara tek undir með því að Bjarni, þú veist, víðari og breiðari skírskotun í mennsku heldur en bara einhvern veginn sjónarhorli hvítra miðaldra kalla. Mér finnst þetta líka aðeins minna mig á, sko, þetta svo sterk fyrsta mynd hjá Tinnu. Það minnir mér svolítið á þegar Nanna Kristín Magnúsdóttir kom með Pappa Helga. Hún var líka með Martin Thorsson var reynda með henni að leikstýra. Þetta svona svipað sterk innkoma, finnst mér. Já.
alveg saman. Bara geggjað. Og eflandi fyrir unga konur sem er að spá í að fara þennan veg. Það er náttúrulega smá kvenna leikstjóra bylgja. Ég tók bara saman smá tölfræði. Það er svona byrjar haustið 2017 og búin að síðustu 5 ár er þetta 10. leiknisklokkamyndin eftir konu. Sem er náttúrulega, þú veist, ég tók náttúrulega ekki saman prósentuna en hins vegar næstu 7 ára undan. Sko frá því fyrir 2017 þá þurfti ég að fara aftur til 2010 til að vinna myndið konu. Fyrir utan eina sem var held ég sko samleikstjórn og þú veist myndið Sólveig Ansbach sem var eiginlega frönsk fyrst og fremst. Þannig að það er svona einhver bylgja sem að þær hafi svo komið áður, þannig að það er vonandi að hún haldi áfram, það er aldrei örugt. En og kannski bara svona tekið aðeins framhjálega, kannski svona, myndið náttúrulega pappahelgar, er einhver svona bara fleiri myndir úr þessari bylgju sem að sitja í ykkur. Byrjum við Brynhildi kannski? Nú greistu mig alveg. Nú er ég bara ekki með hérna. Ég er upptekin af því að hugsa þessa mynd. Kristi Jóhannesdóttir. Það byrjaði að Svaninum og Sumarbörn og Anda Eilinga. Já, Sumarbörn var... Já, Alma, einmitt. Já, Alma, einmitt. Ég sá hana og hún var mjög svona... Já, mjög mikið í anda Kristínar einmitt, svona pínu surrealísk og pínu svona, þú veist, draumkennd, mjög falleg. Já, Sumarbörn fannst mér alveg frábær mynd, frábær barnamynd, bara rosalega vel gerð. Ég veit ekki hvort að Andi eðlilega fellir inn í þessa, það var líka mjög, hvað fellir inn í þetta tímabil sem þú ert að tala um? Jú, hún er svona í byrjun, sko. Já, akkurat, já. Hún var mjög, mjög góð, mjög, vel gerð mynd. Þannig að, já, og ég meina, þú veist, og sögur kvennasagður af konum eru töluvert öðruvísi en sögur kvennasagður af körlum og sögur kalla. Kannski þurfa konur að fara að segja kallasögurnar líka, því það er líka nýtt sjónarhorn þar inni. Já, ég fór að googla hérna fulli. Það var Alma kom upp í hugan, en svo líka held ég verið að fara að sýna í sjónvarpinu núna páskana Vitjanir. Ég held að það séu mest konur þar. Já, það eru konur, Valgerður Þórsdóttir og Kolbrún Anna Björnsdóttir sem skrifuðu hérna. En það var eitt sem ég hjótt alltaf eftir með lækninn hennar, sem Sigurður Sigurðsson leikur, Siggi Sigurðsson, og hann er svo sem alveg góður og skilningslíkur á það, en hann einhvern veginn segir að það sé líklega andlegt og hún þurfi einhvern veginn að byrja að grafa, en hann vísar hann ekki á sálfræðing. Ég finnst það alveg merkilegt, en kannski bara svona segir sína sögu að sálfræðikerfið er einhvern veginn svona til hliðar við heilbrigðiskerfið á Íslandi. Já, kannski. Svo kannski líka bara er það, þú veist, að kannski er að því að flógaveiki er nú líkamlegur sjúkdómur þrátt fyrir að hann geti stafað af einhvers konar andlegu, eða samkvæmt þessu geti stafað af andlegu álagi. Þá er það kannski ekkert endilega, ég veit ekki hvernig virkar samtalsmeðferð ef þú manst ekki stóra hluti úr lífiðinu, ég veit það ekki. Það er bara svo merkilegt að hann einhvern veginn, lætur hann bara sjá þetta, út af þetta er sálarmegin, þó að það gangi upp kannski, þá er það ekkert svona örugt. Já, neini það er sátt. Já. Það voru einhver verk sem að þetta myndi ykkur á, svona, hvort sem það er bækur eða bíómyndir eða eitthvað annað, eitthvað svona bjöllu sem að klingdu. Byrjum Bjarni. Já, byrjum Bjarni. Svarið er nei. Ég segi svona, sko máli er ég með einhvern rosalega hæfileika, ég gleymi bíómyndum mjög hratt. Ég gat hort á The Fugitive 5 sinnum. En máli er sko, þetta er minnið athyglisvert.
ég man þó, þegar ég sé svona myndir aftur, ég man, það eitthvað með þennan gaur, þú veist, og þá það vondi kallinn. Þú veist, þannig ég fæ svona einhverja tilfinningu fyrir, og en nei, ég ekki, kannski ekki það mikið að horfa á bíó, þannig að það dettur ekkit svona, því kannski muni meira en ég. Sko, þessi mynd myndi mig á 2 myndir og ég komst bara að því núna áðan þegar ég googlaði að það eru eftir sama leikstjórann sem einn af mínum uppáhaldsleikstjórum sem Christopher Nolan. Og þetta myndi mig bæði á mynd sem hét Memento sem kom út 2000 þar sem að sko, þar sem við sjáum myndinni, sjáum í rauninni framvinduna aftur á bak og komst ekki að því sko hvað við í rauninni sko og það er með mitt minnisleysi þannig að persónan man ekki hvar hún er og af hverju hún þar og svo sjáum við hana bara í einhverjum aðstæðum og svo söguþráðurinn rakin aftur á bak. Þetta myndi mig svolítið á það sama svona þetta ráðleysi persónu sem að getur ekki lengur stuðst við hugan sinn. Og svo var önnur mynd einmitt eftir Christopher Nolan líka með Al Pacino, minnir mig, sem að heitir Insomnia. Og sem að þá fer hann til hún gerist einmitt í svona vetrarheimi svolítið, eða reyndar að sumri til í Alaska, en samt svona þessi norðurslóða tilfinning yfir henni og hann svona sturlaður af því hann getur ekki sofið, þú veist. Þannig að hann í rauninni einmitt hættir að geta treyst og hvort tveggja í rauninni snýst þetta aftur að hættir að geta treyst því sem að og allar þessar 3, bæði Skjálfti og þessar 2 sýna okkur hvað við erum háð minninu okkar og einhvern veginn huganum allt og hvað í rauninni það samt óáreiðanlegt tæki til að túlka heiminn og sigla í gegnum hann eftir. Ég nefnilega, mér var alltaf að hugsa til sjónvarpsþátt sem heitir Made, þú voru sýndir í fyrra, komið fyrra, á Netflix. Það líka kona í svipuðum aðstæðum og það óljóst undir að þú veist, einhver ógn frá pabbanum og hennar fyrrverandi. Og hún einhvern veginn svona búin að pínu missa tökin á lífinu út af þó þar séu ástæðunar fjárhagslegar en ekki andlegar. Þannig einhvern veginn þessi það að missa tökin og einhvern veginn vera leið hálfpartinn hræddur við baklandið. Sem verður svo ómögulegt eitthvað Já. Mér langar að sjá Made aftur, fyrir ekki. Mér finnst Made æðisleg, mér langar að sjá hann aftur. Bara horfa það aftur. Ofsalega falleg mynd einmitt andlegt ofbeldi og líka afneitun, sýnir afneitun á svona geðsjúkdómum, fallega. Og svo líka náttúrulega, af því vorum að horfa á Pieces of Her, þá þetta ein persóna í þeirri mynd sem að veit ekkert sig og sitt líf og bara, eða þeim sjónvarpsþáttum og bara í hverjum þætti að uppgötva eitthvað alveg nýtt sig og sinn uppruna sem að þannig að sem svona aftur þetta, þú veist hver erum við ef að samhengið okkar tekið burt eða því breytt hver erum við þá í grunninn það athyglisvert að þetta sé líka stef sem að koma upp svona á 21. öld svolítið þetta þú veist, þessi svona einhver ákveðin upplausn sjálfsmyndar. Og þetta kannski fjallar einmitt að finna sig aftur einhvern veginn að labba aftur og finna kannski brauðmúlana Líka sjálfsmyndin í tengslum við aðra. Hvað segja aðrir að maður sé og það svo mikilvægt einmitt með sögu gott að við fáum að sjá hana líka í vinkonu hlutverkinu, ekki bara systirinn og dótturinn og móðurinn. Það líka mjög athyglisvert. Já, það með þessi upplausn og svona það ekki fótfesta alveg. En það alveg rosalega mikið leit samt að fótfestu. Hún alveg upp á líf og dauða eiginlega. Já. Og maður náttúrulega sér stundum einmitt hvað sterkt í, bara náttúrulega öllum, að
Við erum með fullorðna vinum sem eru algjöru töffarar og síðan bara leið að mamma mætir á svæði, sko, þá gjörbreytast manneskjurnar, sko. Einmitt. Verða svona litla stelpan og litla strákun aftur, sko. Ég meina, ég bara lenti sjálfur einhvern tíðan að vinum að koma í heimsókn og einhvern veginn ég var í símanum og hann fattaði strax að þetta væri mamma, þú veist, á þess að heyri henni. En já, við erum komin svona í önnur verk, þá ætla ég að spyrja ykkur svona, fara í heimsóknið. Fyrir kannski Bjarni, einhver svona sérstakur bíó eða skáldsagna heimur sem þið langar að segja okkur frá? Já, ég er búin að vera svolítið síðustu vikur búin í námu í Chile. Ég var að búa til útvarpsþætti þetta námuslys sem var þarna 2010. Þegar 33 menn festust þarna niður í 69 daga. Þannig að ég er búin að vera að lesa hérna bók The 33, Jonathan Franklin og svo sjáðu hérna, skar ég út af puttanum mínum, en það er annar mál. Já, og líka var að horfa á bíómyndina The 33, þar sem Antonio Banderas leikur eitt hlutverk. Og í kjölfarið þegar ég var að vinna í þessu, þá náttúrulega maður googlar allt í drasl í nútímanum og það datt inn á konu sem hét Violeta Parra. Ég held að sé Violeta Parra. Já, hún sem sagt lést 1967, tíliansk söngkona og lagasmiður, ofsalega falleg tónlistin hennar og hún er bara svona nýjasta uppgötunin hjá mér. Og já, búið að vera rosa gaman að gera þetta. Það er reyndar, ég kann ekki að klippa svona útvarpsefni, þannig að ég geri bara handritið og svo klippir Þorgerður Sigurðardóttir. Þannig að þetta er svona heimshornið sem ég er búin að vera í. En ég hef aldrei komið til Chile. Ég á eftir að gera það. Þá verð ég að fara þarna í San Jose, hjá San Jose námunni í Norður Chile. Ég er búin að vera þarna. Ég fékk þetta. Hvað segirðu? Þetta búin að komast að einhverju stysta leið, eða þægilegasta leiðin? Nei, ég er ekki alveg komið svo langt. En ég þarf eiginlega að fara að gera það. Ég fékk þetta á heilan, það sem kveikti inn að neista var 2010 þegar ég heyrði í fréttunum og það var sagt í fréttunum að það væru þessi menn fastir og það er búið uppgötast að þeir eru allir á lífi. Það er ekki víst þeir verið bjargað, þetta gerist þarna í ágúst, loka ágúst, minnir mig. Og það er ekki víst að þeim verið bjargað fyrir jólin og þá eftir að segja þeim það. Og mér varst svo magnað að standa hérna upp á Íslandi og ég veit að þeir verða fastir fram á jólum en þeir vitað ekki. Þetta eru einhverjum menn hérna stær lengst í burtu sem ég veit meira en þeir. En svo kom á daginn að það tókst að bjarga þeim miklu hraðar. En þarna, mjög merkileg saga. En Brynhildur, er eitthvað svona bókmynd eða Já. Sko, ég nota náttúrulega bara öll tækifæri til að tala Terry Pratchett, öll tækifæri sem ég finn mér, af því að ég er gríðarlega, mér finnst það með betri bókmenntaheimum sem að ég hef með talandum menningarheima, þá er diskheimur, diskheimur eða diskvöld Terry Pratchett bara alveg ofboðslega spennandi heimur til að skoða og þetta eru ég held að hann hafi skrifað 40 eitthvað bækur og það eru ýmsir sem hafa fordóma gagnvart þessum bókum vegna þess að þetta séu fantasíur og fantasíulitteratúr og svona og þannig að það sé í rauninni þetta sé einhvers konar bara léttmeti og svo eru þær með svona teiknumyndasögu teiknuðum forsíðum og svo og svo framvegis kápum en Terry Pratchett skrifar þennan heim sem spegil af okkar heimi og nýtist hann til þess að gera bara til samfélagsrýni og heimspekilegra vangaveltna sem eru alveg ótrúlega sitja bara með manni alveg ótrúlega mikið og lengi og og þrátt fyrir að þetta sé, og svo er þetta, ofboðslega fyndið
ofboðslega vel skrifað og fyndið, endalausar vísanir í kúltúr, alls konar, bara einmitt ýmsa menningarheima og þessi spegill sem svo hollur fyrir okkur að horfa í og í rauninni sko bara til að skoða hugmyndasögu Vesturlanda, það svo gaman hans svona taka á það og hvernig hann í gegnum þennan diskheim skoðar bara stórar spurningar og stór verkefni og hugmyndir í hugmyndasögu Vesturlanda. Þannig að ég svona, ég held að við séum stundum óþarflega föst í því hvað eru bókmenntir og hvað eru ekki bókmenntir og hvernig við einhvern veginn, eða fagurbókmenntir þar að segja, og hvernig við einhvern veginn skilgreinum þar á milli. En ég vil bara hvetja alla til að lesa til dæmis bækurnar dauðann eða bækurnar borgarverðina og að maður tala ekki nornabækurnar eftir Terry Pratchett sem að gerast allar í þessum diskheimi. Já. Kannski með gott að vita hvað að byrja og þetta náttúrulega hvað, 40 bækur eitthvað svoleiðis sko. Þetta 40 bækur, já. Ég myndi segja að fólk ætti að byrja á annarkvort Men at Arms eða einhverja stökubókunum. Það til dæmis ein bók sem heitir Small Gods sem að fjallar bara trúarbrögð og upprunum trúarbragða og hún alveg mistarlega skrifuð að mínu mati. Og önnur heitir Moving Pictures og að fjalla sem sagt kvikmyndir og hvernig það, einhvern veginn og hvernig afþreyingariðnaðurinn og kvikmyndaiðnaðurinn virka. Þannig að það má til dæmis byrja þar. Já. En þá erum við bara komin á endastöð og bara þakkum kærlega fyrir komuna, Brynhildur og Bjarni, og þangað til næst, þá bara endilega kíkið á skjálfta eða lesið stóra skjálfta. En þangað til næst, takk fyrir okkur, góða stundir. Og búið.